Komið sæl og blessuð og velkomin og opið hús. Það Davíð Ólafsson sem verður með innlegg að þessu sinni og efnið draumar. Og við ætlum að byrja á því að hlusta á lag sem var nú bara sérstaklega samið fyrir okkur hérna á opnu húsi. Ég bað Elín Rós hvort hún vildi semja eitthvað lag, nýtt lag, og þær tóku sér bara til, Elín Rós og Sandra Júlía, og sendu mér lag sem þeir eru nýbúnar að semja. Og þetta lag við bæn fyrir börn, og ég veit að Baldey, þú þekkir þessa bæn mjög vel. Ég ætla að lesa bænina. Ó Guð, uppfræð þessi börn. Þau eru jurtir í garði þínum, blóm á völlum þínum, rósir í reit þínum. Lát regn þitt falla yfir þau, lát veruleikans sól skín á þau vegna ástar þinnar. Lát andvara þinn endurnæra þau til þess að þau megi agast, vaxa og dafna og birtast í mestri fegurð. Þú ert gjafarinn, þú ert hinn vorkunnláti. Gestur okkar þessu sinni, eins og ég sagði áðan, Davíð Ólafsson. Davíð Reykvíkingur. Hann hefur starfað sem sjúkraliði á Landspítalanum í tæplega 40 ár. Hann mikill áhugamaður andleg málefni og annað þeim tengt. Og hann kynntist Bahai-trúnni árið 1983. Og
hann núna meðlimur andleysráðs Baha í Reykjavík. Og hefur verið það í mörg ár. Það ekki rétt, Davíð? Jú, það passar. Já. Davíð, þá ætla ég bara að kasta boltan yfir til þín. Þú tek við, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Sigurður Ingi, og takk fyrir að bjóða mér að vera með efni hérna á opna húsinu. Gaman að vera með ykkur öllum saman. Og efni sem ég ákvað að vera með núna heitir Draumar. Og aðalega ég með þetta efni vegna þess að mér finnst þetta efni vera mjög svona spennandi og dularfullt. Og þetta eitthvað sem að svona, ég veit, svona fjölskyldumeðlimir mínir og ættingjar veltu oft fyrir sér hvernig bæri að ráða til dæmis einhverja drauma sem að þeim fannst vera merkilegir og spennandi. Og líka ég með þetta efni vegna þess að þú veist, í gegnum mína eigin svona draum sjálf sem ég var ofta að reyna að ráða hérna áður fyrir árum. En ég ætla að fara svolítið eftir, ég kom með svolítið heimildum svona sögudrauma og ég tók það aðeins saman á undan, en svona síðar í þessum glærukynningum þá ætla ég að deila með ykkur 2 draumur stuttum sem ég dreymdi sjálfur og við geymum það fram í endan, en ég ætla að deila með ykkur hérna svolítið heimildum drauma. Draumar, sko, það sem að fyrst í raun og veru svona heimildir drauma, þar sem ummerki drauma, það eru svokallaðir draumahellar í Altamira á Spáni og Las Coques í Frakklandi. Og þetta eru hellar sem fundust fyrir ekkert mjög löngu síðan, en það talið að veggjarmyndirnar, draumamyndirnar sem í þessum hellum, að þær hafi verið málaðar af mönnum fyrir yfir 36.000 árum og ég með mynd af myndum af þessum frá þessum hellum. Þetta frá Altamira á Spáni og hér kemur önnur mynd frá Las Coques í Frakklandi og svo kemur ein svona heitri mynd þar sem að sést svona aðeins betur inn í hellinn sjálfan, eins og þið sjá hérna. Og þetta eru svona gríðarlega svona flottir, fallegir hellar. Ég veit ekki hvort að þessir hellar eru ennþá opnir fyrir almenning að fara inn í, en það var fyrir ekki löngu síðan að gera svona heimildamynd þessa hella og myndirnar sem eru þar. Og málið það að þeir sem að gerðu myndina, þessi kvikmyndagerðarmenn, þeir gátu aðeins verið inni í stuttan tíma í inn í hellunum vegna þess að lofti sem þar inni svona nokkuð eitrað og ekki hægt að vera þarna mjög lengi í einu og það verið að reyna að varðveita þessa hella eins lengi og svona mögulegt er. En það er spennandi að hugsa til þess að svona fólk hafi verið fyrir 36.000 árum rúmum að svona mála myndir þarna af draumum sínum og öðru á veggina. En svo við færum okkur aðeins lengra inn í nútíðina. Já, nútíðina segi ég, þetta kannski fyrir svona 3600 árum síðan, þá komum við til Egypta. Og Egyptarnir, þeir voru mikið svona fyrir drauma og það heillaði það mikið svona draumar og þeir gerði svokallaða draumabók. Þessi bók var með svona draumalyklum sem þau notuðu til þess að ráða í drauma og það til dæmis einn guð sem þeir höfðu svona í háfi og þau voru með marga guði. En einn af þeim guðum sem þau voru með héti Bes og var svona draumguð svokallaður. Og þetta var svona, þessi draumguð var í líkil svona dvergs með hljótt yfirborð og dýrslegar hvatir. Hann var villtastur af guðum Egypta og leyfist margt sem talist gat svona ósiðlegt. En þessi dvergur var svona meðal vinsælustu guða faraóa og margir sem nefndu börn sín eftir honum.
Guðinn Bes birtist oft við fæðingu sem nafnberi, en var einnig talin svona verndarguð giftingar og fegurðar kvenna. Og konur hafði það mikið í hávegum og skreyttu svona heimili sín, salakynni og svefnherbergi með myndum og líkneskum af honum. Og þið getið séð hérna mynd á hann á næstu glæru, þið sjá hann hérna til hægri á myndinni. Þetta svona eitt líkneski sem að gert var af þessum Bes, þessum dverg. Það eru til mörg svona líkneski af honum og hann alls ekki alltaf eins í svona útliti, en svona hrjúfur og svona frekar ófrýnilegur dvergur. Og við skulum fara yfir í næstu glæru, en meðal annars áður en ég fer í það að þá til dæmis í þessari draumabók Egypta að það var til dæmis ein túlkunin, það var eitt draumtáknið, var sú að munnur tákni hús og tennurnar íbúana. Ef ein tönnin losnaði eða dytti úr, veiktist einhver íbúana eða dæi. En við skulum færa okkur hérna áfram yfir í kenningar vísindanna drauma. Og hvað við vitum svona draum og draumsvefn í þessu svokallaða REM-svefni sem rapid eye movement eða hraðar augnhreyfingar, og það svo tími nætur þar sem við förum í það ástand að það hægt að greina svona augnhreyfingarnar undir augnlokunum þar sem að augun hreyfast hratt frá vinstri til hægri og þá svokallaður draumasvefn í gangi. Og það svona, ég fór svolítið yfir vísindakenningarnar og það sem fræðimenn sögðu þetta og þetta var svona helstu atriði að þeir telja þessi svefn svona styrki nýjar minningar og tengist við eldri og þess vegna líka talið að þessi svefnstigi, draumastigi að þá sé einfaldlega verið að taka til í heilanum. En draumarnir eru sýnir eða hljóð sem fólk upplifir í svefni sem mynda svona oftast samfellda frásögn eitthvað tiltekið efni og rannsóknir vísindamanna hafa sýnt fram á að draumar eru oft uppgjör á deginum og hreinsun í undirvitundinni, en það líka eitt annað sem kom í hug og það í sambandi við heilabilun. Að það víst svona ákveðin það kenningar það að þeir sem að þjást af heilabilun eða Alzheimer að þeir nái ekki nægilega góðum svefni og þar á meðal draumasvefni og að þetta geti mögulega haft áhrif á kannski byrjunina eða þróunina á Alzheimer sjúkdómnum sjálfum og mér fannst það líka svona athyglisvert. En draumarnir fylgja oft tilfinningu þessum dreymir, samanber til dæmis martraðir og rannsóknirnar hafa líka sýnt að dýr dreymir og draumarnir eiga þetta stóran þátt í menningarsögunni. Bæði almenningur og fræðimenn hafa velt fyrir sér tilgangi og merkingu þeirra. Og menn trúa því að drauma merki eitthvað og þeir taka mark á þeim. Og þekktustu hugmyndirnar tilgang drauma eru komnar frá sálgreinandanum Sigmund Freud sem reyndi með því að greina drauma skjólstæðinga sinna. Að þá var hann vonast til þess að geta skengst inn í dulvitund þeirra. Og hann gæti á þann hátt betur hjálpað, aðstoðað og læknað sína skjólstæðinga með því að komast þá leið. En förum annað, þetta voru vísindamennirnir. Síðan tók ég svolítið til efni frá draumum í trúarbrögðum og hvað trúarbrögðin segja drauma. Og að sjálfsögðu eru til fleiri trúarbrögð en ég ákvað að velja þessi 4. Og
svona vegna tímans líka. Þannig að við skulum kíkja hérna aðeins á. Sko í kristni þá var það þannig að svona til dæmis í kringum miðaldir þá var kirkjan ekki hrifin af draumum og varaði við þeim og hún lét líka í ljósi að svona þetta væri svolítið tengt við kukl og væri svona komið frá hinu illa og svona ráðlaði fólki frekar að vera ekkert að svona spekulera neitt í draumum eða nokkuð þess áttar og leyfa því að eiga sig. Og þannig til dæmis mögulega sprottið þetta máltæki og þegar oft fólk segja svona nei, ég myndi ekki láta mig dreyma. Það svona eitthvað gamalt sem að sko kannski ennþá með okkur alveg frá miðöldum að áttum ekki að vera að láta mig dreyma eða dreyma hluti sko. En athyglisvert samt að í frumkristninni sjálfri þá var mun jákvæðari tónn gagnvart draumum og fólk var hvatt einmitt þá til þess að skoða draumana sína og athuga svona hvort að það gæti mögulega verið eitthvað svona sending frá, það væri svona guðskjöf eða sending frá Guði. En í dag þá svona afstæða mildari hjá kirkjunni og meira svona umburðarlyndi innan kirkjunnar varðandi drauma. Og svo einnig auðvitað í Biblíunni sjálfu þá að finna sko fjöldan allan af merkilegum draumum eins og draumum Jósefs. Og svo einn af svona þekktari draumi Biblíunnar sem draumur Jakobs stigann, Jakobsstigann, sem hægt að finna í Genesis. Og ég ætla að biðja þig hérna, Ingo, ef þú væri til í að lesa draum Jakobs. Þess að glæru það. Já. Nú fór Jakob á brott frá Berseba og hélt áleiðis til Haran. Kominn á stað nokkur og var þar nóttina, því að sól var sest. Hann tók stein þar var og setti undir höfuð sér og lagðist þar til svefns. Og hann dreymdi draum. Honum þótti stigi standa á jörðu og ná til himins og englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Þá stóð drottinn hjá honum og mælti: Ég drottinn, Guð Abrahams föður þíns og Guð Ísaks. Það land sem þú hvílist á gef ég þér og niðjum þínum. Þeir munu verða fjölmennir sem duft jarðar og breiðast út til vesturs, til austurs, til norðurs og suðurs, og allar ættkvíslir jarðarinnar munu blessun hljóta í niðjum þínum. Og sjá, ég með þér og gæt þín hvar sem þú ferð og mun leiða þig aftur til þessa lands, því að ég yfirgef þig ekki þegar ég komið því til leiðar, en ég hef heitið þér. Já, okkur þetta, hérna Ingo, þetta var þetta mjög merkilegu draumi þarna sem að dreymdi þarna og var til þess að hann sko var áfram á þessu landi og þetta hét öðru nafni þetta land áður en upp frá þessu tók að nafni Betel. Og mjög merkilegt hérna land. En vindum okkur hérna áfram. Til dæmis segir sko í Jóel, þá segir til dæmis, og svolítið athyglisvert að sjá þetta sko, síðar mun ég úthella anda mínum yfir alla menn, synir yðar og dætur mun spá, gamalmenni yðar mun dreyma drauma og ungmenni yðar munu fá vitranir. Þetta er svona bein tilvísun þarna í drauma. Nú, ef við förum yfir í búddismann, sko Búdda dreymdi í raun og veru, það eru þó nokkuð draumar sem að hérna eru hafðir eftir Búdda sjálfum. Og það voru til dæmis 4 draumar sem í raun og veru bara röð af draumum sem að Búdda dreymdi, en þeir voru nokkuð langir og svo fylgdu líka svona ráðningar með draumunum, þannig ég ekki með það þarna inni. En sko, það var svolítið athyglisverð skilgreiningin hjá þeim á draumum. Þeir nota þetta hugtak supina passate, sem þýðir að sjá draum. Og hann segir, í raun verða þeir að koma frá innri starfsemi hugans, sem þýðir að ef ytri örvun á sér ekki stað, og það til dæmis þegar við sofum þetta,
að þá verðum við að horfa til hinnar sjálfvirku starfsemi hugans sjálfs til að finna uppsprettu þessara sýna. En svo rakst ég líka á annað þarna inni hjá búddistum sem ég fannst mjög falleg, þetta er svo óeðlilegt og flott sko. En það segir Buddha Shakyamuni, hann sagði oft lærisveinum sínum að álíta öll fyrirbæri sem drauma. Allt við okkur, jafnvel upplýstustu eiginleikar, eru líka draumkennd fyrirbæri. Allt umlukið draumhyllingasvið. Þannig að þegar þú ferð að sofa, þá ertu einungis að fara frá einum draumi til annars. Mér fannst þetta mjög spes og sérstakt sko að lesa þetta, að hugsa til þess að sko ég væri kannski í bara draumi með ykkur á Zoom öllum. Síðan færi ég að sofa og ég færi bara að sofa frá einum draumi til annars og vaknaði síðan aftur inn í draumi. En einn af draumum Buddha, reyndar sko, það Fili sko, í einu draumi hins sofandi Buddha, þá hann einn með alheimnum. Hann í raun að dreyma tilfinningu úthafs, með fjöllin sem kodda, jörðina sem sófa og fljótandi limir hans eru studdir af hafinu. Og þetta myndi mér reyndar svolítið á líka draum föður Bahá'u'lláh, þar sem að dreymir Bahá'u'lláh vera að synda í svona gríðarlegu úthafi. Það var þetta ekki vera svona mjög ósvipað. En höldum áfram. Við erum komin yfir í Íslam og Gunni, ertu nokkuð til í að lesa það sem að þessa glæru? Já, Íslam. Já. Já, Múhameð segir, góð sýn frá Guði og slæmur draumur, húlm, frá Satan. Þannig að ef einhver ykkar sér eitthvað í draumi sem honum mislíkar, þá skal hann rækja þrisasinnum frá vinstri hlið og leita athvarfs hjá Guði frá hinu illa. Hann segir einnig, ef einhver ykkar dreymir draum sem honum líkar, þá hann frá Guði. Hann ætti að þakka Guði fyrir hann og segja öðrum frá honum. Sahib al-Bukhari. Sannir draumar í Íslam eru byggður á orðum spámannsins Múhameðs sem þýða góður draumur sem rætist hjá réttlátum manni 1 af 46 hlutum spámennsku. Takk fyrir það, Gunni. Og líka í Íslam það var sama, ég leitaði svolítið að draumum þar og þar voru líka talaður drauma og lýsa draumum, en þeir voru líka svona langir og ráðningarnar líka með þeim ansi langar, en þeir eru það ekkert í Íslam sem eitthvað bann við draumum eða ekki að skoða drauma og annað, en ég rakst mikið á það að þeir vilja að draumarnir, ef maður að skoða drauma, að þá eigi að skoða þá svona í ljósi Kóransins. Það var svolítið svona mottóið þar líka hjá. Förum áfram, en í Bahai-trúnni þá líka töluvert mikið skrifað drauma og það líka beint úr hendi Bahá'u'lláh, opinberanda Bahai-trúarinnar. Og Sigurður Ingi, ert þú til í að lesa þennan kafla þarna? Þetta eru úrval úr ritum Bahá'u'lláh. Já. Víkjum að spurningu þinni veraldir Guðs. Viti sannleika að veraldirnar sem Guð hefur skapað eru óendanlega margar og sérhver þeirra takmarkalaus. Enginn getur gert sig grein fyrir þeim
né fest á þeim tölu nema Guð. Leið hugann að ástandi þínu er þú sefur. Sannlega segi ég, þetta fyrirbrigði er hið leyndardómsfyllsta á öllum táknum Guðs meðal manna, ef þeir hugleiddu það í hjarta sínu. Sjá hvernig draumsýn þín rætist eftir töluverðan tíma. Væri þessi draumaveröld þín sama veröldin og þú sérð í vöku, hefðu atburðirnir sem þig dreymdi hlotið að gerast í þessum heimi á sama andartaki. Þú hefðir þá sjálfur borið í vitni, en svo er ekki, og því hlýtur veröld vöku þinnar að vera frábrugðin heimi draumsins. Þessi síðari heimur hefur hvorki upphaf né endi. Ef þú héldir því fram að hann væri að ráði hins aldilega og almáttuga Guðs innra með sjálfum þér, dulinn í innstu veröndinni, væri það sannleikanum samkvæmt. Sú staðhæfing væri einnig rétt að andi þinn hefði rofið takmarkanir svefnsins, slitið af sér öll jarðarskbönd og ferðast fyrir atbeina Guðs ríki sem er dulið í innsta veruleika þessa heims. Sannlega segi ég, sköpun Guðs felur í sér aðra heima og aðrar verur en þennan heim og þessar verur. Takk fyrir það, Sigurður. Þetta er svona, já, þetta er mjög djúpt og svona, það er eiginlega stundum sama hversu oft ég lesi þetta, þá finnst mér ég aldrei almennilega átta mig á textanum, ekki nema einhverju svona takmörkuðu leyti, en það er eitthvað sem er auðvitað, það er ekkert alltaf létt að skilja rit Bahá'u'lláh. En förum í næstu og þetta eru þetta er líka tekið úr, þetta er tekið úr bókinni Bahá'u'lláh líf hans og opinberun eftir Edvard sem Edvard T. Jónsson reit, og þetta er á því tímabili þegar Bahá'u'lláh var fangi og var í svartapitti í Siachal, yfir dýflissunni í járnum. Þá segir á einum stað, og þetta er eftir honum: Eina nótt í draumi hljómuðu þessi upphöfnu orð á alla vegu. Sannlega munum við gera þig sigursælan af sjálfum þér og penna þínum. Ver eigi hryggur sakir þess sem þér hefur fallið í skaut og óttast eigi, því að þú ert óhultur. Áður en langt líður mun Guð hefja upp fjársjóði jarðarinnar, menn sem munu liðsinna þér með atbeina þín sjálfs og nafns þíns, en með því hefur Guð blásið lífi í hjörtu þeirra sem borið hafa kennsl á hann. Ástæðan fyrir því að ég er með þessa mynd þarna til hliðar er vegna þess að á svipuðu tímabili þá talaði Bahá'u'lláh það að hann hefði fengið vitrun af meyju sem birtist svona sem var eins og minning í líkingu Guðs. Þannig mér fannst svona upplagt að hafa svona mynd af svona þessari meyju þarna til hliðar í þessu. En förum áfram. Ingo minn, ertu til í að lesa þetta eftir Abdul Baha sem að segja svefn? Já, ég skal lesa. Takk. Athugið mann hann sefur. Auðsætt að allir líkamshlutar í stöðnum. Þeir starfa ekki, öll líkamsstarfsemi hægist. Auga hans sér ekki, eyra hans heyrir ekki, fætur og hendur eru hreyfingarlausar. En eigi að síður sér hann í heimi drauma. Hann talar, hann gengur, hann kann jafnvel að fljúga flugvél. Þess vegna auðsætt að enda þótt líkami hans sé sem dauður. Þá andinn lifandi og varanlegur. Nei, skynjun manns getur verið skarpari þegar hann sefur. Flugið kann að vera hærra, heyrn kann að vera næmari, öll starfsemi til staðar, en þó líkaminn í stöðnun. Af þeim sökum öruggt að í mönnum andi, og á þeim anda engin munur
hvort sem líkaminn sofandi eða algjörlega dauður og hjálparvana. Andinn ekki heftur á slíkum aðstæðum, hann ekki sviptur fullkomnun sinni. Sannanir þess eru margar og ótölulegar. Abdul Baha, úrval úr ritum. Takk fyrir það, Ingo. Já, þannig við erum komin í lokin hérna á glæru sýningunni og ég vona allavega að þið hafi hérna kannski séð eitthvað sem þið hafi ekki séð áður eða eitthvað sem að vekur ykkur svona til umhugsunar. En ég ætla í endan að hætta hérna með glæðurnar og ég ætla að deila með ykkur tveimur svona persónulegum draumum sem að ég dreymdi sjálfur. Ég fer í stopp hérna. Ok. Og kannski getið þið deilt með okkur einhverju líka á eftir, hver veit, ég veit það ekki, sjáum til. En sko, já, ég hef lengi haft áhuga á þessu efni og hérna, ég man mjög vel eftir einu draumi sem ég dreymdi, þá var ég 17 ára gamall og ég var að vinna hjá sambandum, SÍS, Sambandi Íslenskra Samvinnufélaga, það var stórt fyrirtæki á þessum tíma og ég var aðstofamaður hjá svona sendibílstjóra, það var með stóran Bedford sendibíl með stóru húsi aftan á og það var svona pallur sem hægt var að leggja niður í bílnum og við vorum að sækja vörur bæði inn á lager hjá SÍS og svo vorum við að keyra það út til hinna á þessara vestlana allt stór höfuðborgarsvæðið. En eina nóttina þá dreymdi það að ég vakna upp og ég fer inn á baðherbergi og ég sé mig í draumi þar sem ég stend fyrir framan baðvaskinn og ég horfi á beint á móti mér á spegilinn yfir baðvaskinum og ég sé mynd mína í speglinum og í speglinum þá ég svona skælbrosandi. Þannig að allar tennurnar mínar sjást mjög vel. Svo eins og það svona súmerist inn á munnin og tennurnar á mér og ég tek eftir í að tvær efri fram tennurnar mínar. Að það eitthvað svona öðruvísi við það. Ég fer að skoða þetta betur í speglinum, þá sé ég að í annarri framtennunni þá bara svona ferkantað svart op. Alveg ferkantað. En í hinni framtennunni við hliðina á, þá svona djúpt skarð inn í tönnuna. Síðan enda draumurinn og ég fer í vinnuna eins og ég var vanur og við vorum að keyra út vörur og við keyrðum á einu tímabili til Hafnarfjarðar. Við vorum að fara í stóra verslun þar, keyrðum síðan aftur fyrir búðina hjá vörulagarnum sjálfum og venjan var svo að ég fór út úr bílnum rétt áður og ég sagði alltaf bílstjóranum til í baksinni spegl, á hliðarspegill stór. Ég lagði niður pallina aftan, þannig að hann kom svona bara beittur pallinu, svona járnpallur sem ég gat síðan látið síga niður með vörurnar og ég sagði bílstjóranum til og þetta hafði alltaf gengið mjög vel hjá okkur. En í þetta sinn því ég að segja til, þá ákveður hann að vera ekki að líta lengur í spegil og hann heldur áfram að bakka. Ég öskra upp á bílstjóran en hann heyrir ekkert í mér sko. Og hann bara bakkar og bakkar og það endaði með því að hann keyrði alla hurðina inn. Þannig að allur sko grunnurinn af hurðinni bara fór inn í verslunina. Nema hvað, ég spurði hann hvað hann hefði gert þetta og hann sagði ég veit það ekki, ég bara gleymdi mér eitthvað. En jæja, hvað það? Síðan höldum við áfram að keyra út vörur og ég man við fórum inn á Langholtsveginn, þar voru að fara í aðra verslun og við keyrum á bakvið eins og venjulega og bökkum þarna af vörumóttökunni. Ég fer út, ég legg niður pallinn, stálpallinn og segja honum til
í hliðarspeglinum og hann bakkar, en í annað skipti þá velur hann að horfa ekki á mig í speglinu og heldur áfram að bakka og fer með einn kant járnpallsins beint inn í hurðina. Þannig að það kemur stórt skarð inn í hurðina. Síðan eftir þegar ég fór heim að þá auðvitað gat ég tengt þetta beint við þennan draum með tennurnar. Ég allavega gerði það fyrir mig. Fyrir mér var það bara svona fyrirboði. En seinni draumurinn sem ég dreymdi, þá var ég orðinn svolítið eldri, ég var 37 ára gamall, sem sagt 20 árum síðar. Þá bjó ég leigði litla íbúð, svona risíbúð inn í Gerðunum, í smáíbúðarhverfinu, ekki langt frá það sem að Baldey býr. Og þá hafði ég verið að hugleiða, það vantaði brauðdröng til hérna Akureyrar, til þess að styðja við svæðisráðið á Akureyri. Og ég svona hafði verið að hugleiða þetta með sjálfum mig, hvort ég ætti að gera þetta, að fara. Mér langaði til að fara, ég var ekki alveg svona viss hvort ég ætti að gera það. Þá þurfti ég að segja vinnunni minn og ýmsu og ég var svona spá og spekulera og eins að segja þessari íbúð svona lausri og ég var mjög hrifinn af þessum stað þar sem ég var. Nema það að síðan tekja ákvörðun að gera þetta og að fara norður. Og stuttu áður en ég fer norður, að þá dreymir mig draum. Og draumurinn var sá að ég var staddur í Hafnarfirði og ég að ganga eftir vegi, götu í Hafnarfirði. Ég geng úr suðrinu og ég geng í austurátt. Og það sem ég að ganga, þá er mér litið til himins og ég tek eftir svona fugli sem að flýgur uppi á himnum og svona eins og hnitar hringi á himninum til þess að koma svona nær jörðu. Og ég svona fylgist með fuglinum og fuglinn kemur alltaf nær og nær og allt í einu gerir mig grein fyrir því að þetta er alveg risa stór fugl, alveg gríðarlega stór fugl. Og ég verð svona hálf smeykur bara hvaða ferlíki þetta er sem að koma þetta neðan úr himnum. Síðan kemur fuglinn alveg niður og sest á jörðina og leggur niður svona bara vængina og ég tek eftir því að þetta er svona gríðarstór fálki. Og ég man að ég stóð bara fyrir framan fálkann og ég var að hugsa á ég að hlaupa eða hvað en svo fór ég að fylgjast betur með fuglinn og þá fann ég einhverja svona ró og kyrrð og tign í kringum fuglinn og ég vissi að mér stóð enginn einhvern veginn ógn á og mér fannst hann vera það til að svona passa einhvern veginn upp á mig Og ég vakna af þessum draumi og stuttu síðar fer ég norður og þetta var eitt af mínum bestu árum sem ég hef átt þetta fyrir norðan. En ég hef oft verið að hugsa til orða Bahá'u'lláh þar sem að segja sjálfur ég er hinn konunglegi fálki, sitjandi á armi hins almáttuga. Svo tilvitnunin lengi, ég man ekki alla en ég man þess að byrjun Þannig að fyrir mér þá var þetta svona eitthvað sem að, eitthvað svona vísun í vernd mér til handa í þessu verkefni sem að ég var að fara í. En, ég held ég sé bara komin hérna í endan á þessari kynningu, þannig að ef þið eru með eitthvað sem þið viljið deila eða ef þið eru með spurningar efnið, við vorum ekkert að fara endilega mikið að stoppa til að fara kannski í spurningar og þetta er auðvitað alls ekki tæmandi efni, ég er í raun og veru bara að fara hálfgerðu hundavaði yfir þetta. En ef þið eru með einhverja svona hugleiðingar eða spurningar, þá endilega komið með það.
En athyglisvert að þú fékkst þennan draum þarna áður en þú fórst norður. Ég fékk nefnilega einmitt líka draum áður en að ég sem var áhrifavaldur á því ég fór norður og brautriti á sínu tíma. Ok. Segðu okkur frá því, Valdi. Já. Einari, hann svolítið langur, þetta svolítið löng saga. Ekki svo langur það. Ég reyna að stytta hana. Þetta á þeim tíma þegar að okkar kæru vinir, Patti og Rots hér voru ennþá á landinu. Það var svona rétt það leyti sem að þau eru að kveðja okkur. Og mig dreymir það að ég sé þarna í kveðjuboði hjá þeim og svo erum við að fara fjölskyldan, stökkva af stað, nema fyrir utan þá bíður bláleitur svona mínijeppi. Ljós, svona fallega blár, ég alltaf tengt þann lit við Abdul Baha, sérstaklega eftir þennan draum, því að við stýrið var Abdul Baha. Og hann býður öllum inn í bílinn og gefur sæti við hliðina á sér eftir fyrir mig, en segir mér að þegar ég kem að og ætla að fara að vippa mér upp í bílinn, og bendir hann mér á að ég þurfa að tala við mann þarna úti á völlunum. Og eins og þið muni kannski að þá bjuggum við þarna við Flensborg, þannig að það var stór fótboltagrasvöllur þarna fyrir framan. Og ég gerir náttúrulega eins og Abdul Baha býður mér að gera. Þannig að ég vík mér að þessum einstakling og reyni að nálgast þetta erindi sem Abdul Baha var greinilega að vísa mér á. Nema það að það vill ekki svo betur til en svo að ég komin þarna á harðahlaupum undan þessum einstaklingi sem var bæði komið með skott og horn og hala. Og ég hljóp þarna víðan völl til þess að þanga til að ég kom svo aftur að bílnum hjá Abdul Baha og hann bauð mér til sætis í bílnum og svo bara keyrði hann af stað og biður mig að sýna sér hvar ég er heima, eins og hann hafi ekki vitað hvar ég átti heima, en hann bað mig samt að sýna sér það. En svo við leggjum að staða niður götuna og þegar við komum næstu gatnamótum að þá bendi ég honum hvar ég hvað beygju við hvert við að fara og hann heldur áfram og við fyrir fram hjá húsi sem við þessa ákveðnu götu þar sem bjuggu einstaklingar sem að voru virkir í starfsemi og opnum húsum á þessum tíma og hann nei, mér aðeins að fela á sögunni, alveg rétt. Við stoppum við gatnamót og já, nei, nú ég komin aftur hvernig ég túlkaði þessi drauminn, já. Það er svo óralangt síðan og langt síðan að rifja hann upp. En allavega, við förum þarna fram hjá þessu húsi óhindrað og við höfðum jú verið eitthvað að spá í þetta hús. Þannig að við förum niður á næsta horn og þar beygjum við aftur upp götu og þegar ég ætla að fara að sýna, við þá götu er húsið mitt og þegar ég ætla að sýna Abdul Baha hvar ég bý og bara ásalega glöð að gera það, að þá hús mitt farið. Og fyrir ofan húsið mitt var annað hús, það var svolítið langt á milli húsa þarna og húsið fyrir ofan, það var svona eins og gráleit kirkja. Og ég bara fæ alveg tárin í augun og bara alveg veit ekki hvernig að ég á að bregðast við og bara græt þarna fyrir framan Abdul Baha og segja honum að ég heima þarna, þá segir hann nei og leggur höndin á hjarta mitt og það kannski nota beni hvers skipti sem að ég þurfti að benda honum hvert ég ætti að fara, þá lagði hann alltaf höndin á hjarta mitt. Líka sérstaklega þegar hann vísaði mér þarna í þetta þegar ég kom frá þessum eltingaleikana. Nema það að hann leggur höndin á hjarta mér og bendir svo upp eftir götunni og segir nei, þú átt heima þarna og þá er draumurinn búinn. Og ég túlkaði þennan draum á þann hátt að því að við vorum við öll þessi gatnamót. Það hafði eitthvað að gera með húsnæði sem við vorum að spá í að festa kaup á, að því við vorum að hugsa okkur til hreyfings. Þannig að þegar ég legg svo reglustyku á gatnakort
og svo á Íslandskortið, að þá vísaði Abdul-Baha til Húsavíkur. Þannig að þegar að kom ákall brautareinnig til Húsavíkur, að þá var mér þessi draumur minnisstæður. En það sem var að gerast þetta í upphafi draumsins var, ég skildi það þegar Abdul-Baha, því þetta var svo ofboðslega sterk og góð tilfinning þegar hann leggur höndina á hjarta mitt, sem kom á öllum þeim stöðum þar sem að ég þurfti að mæta einhverja ákvörðunartöku. Að mér fannst hann vera að gefa mér það skýra veganesti og mér mjög dýrmætt þegar á reynir, að í öllum aðstæðum skuli ég gæta þess að hafa hreinan hug og hreint hjarta. En þetta sem var þarna í byrjun, eltingaleikurinn þarna í byrjun, það önnur og stærri saga sem ég ætla ekki að fara út í hérna í þessu spjalli, að því að hún svona meira, hún miklu dýpri og kannski miklu stærri lærdómur bara fyrir okkur Bahaína en ekki eitthvað sem við vill endilega vera að setja út fyrir Bahaí samfélagi. Takk fyrir þetta, Baldi. Takk. En það sem ég vil segja til að undirstrika, að þessi draumur var mér óendanlega mikilvægur í gegnum allt það sem að beið mín næstu áratugina. Já. Má ég segja eitt? Já, endilega Banu. Gaman að sjá þig, Banu, Ívar. Sömuleiðis. Takk fyrir þetta fyrirlestur og allt gaman að hlusta á þig. En mig langar að segja eitthvað reynslu sem gerðist hjá mér. Síðasta sumar þegar við förum kringum Snæfellsnes svæði og ég og Ívar förum einn dag í Arnarstapa sem lengst vestur og byrjum að skoða og það bara lappa og ég segi Ívar, wow, ég man þetta, þið þekkir Arnarstapa, svona klettur og horfir maður niður á haf og svona mjög fallegt þar. Já. Ég var svo lappa alla tíma og segja, yeah, Ívar, we were here. I saw this before. Þá ég stóð við klettin og horfa ég niður og hafið með klettin og svona og ég segi, alveg sama, ég segi, ég var hérna, Ívar. Og hann segja, nei, við vorum aldrei hérna. Æ, Ívar, þú bara ruglast eða eitthvað svona. Þú manst ekki, við vorum hérna, allt þetta, ég man að ég sjá allt þetta klett og hafið og allt þetta myndir. En hann segi, nei, Banu, ég sjálfur var aldrei í lífi mitt. Þetta fyrsta sinn hann sjálfur líka í Arnarstapa. En ég alla tíma, ég hugsa, hvað þetta sem, hverju ég finna svona þetta tilfinning? Og þá ég fór að lesa drauminn og Abdul-Baha hvað segir drauminn og tegundir af draumum sem við draumum. Og það ein tegund við stundum sjáum eitthvað sem gerðist í fortíðinni okkar eða eitthvað gerast í framtíðinni. Og þá ég fór að tenga þetta var eitthvað draumur sem ég sjá allt þetta náttúru í draum. Þetta myndir var draum. Og þegar ég fór í alvörinu á Arnarstapa og byrja að lappa hérna, mér fannst eins og ég sjá þetta áður í alvörinu en þetta var draumur. Og þetta ein tegund sem Abdul-Baha segir, ég veit ekki ef þú varst, við komum setna í fyrirlesturinn. Það líka ein tegund af draumum sem, eins og drauminn hans pappi, fadir hans Baha'u'llah sem draumti. Og það þetta ein annan tegund sem maður þýða hvað getur verið. Og þá kemur svona soothsayers sem segir hvað þýðir drauminn. En þetta annan tegund sem eins og ég var að upplifa, til dæmis stundum við förum eitthvað herbergi og sjáum eitthvað borð og ljós og við segjum, já, ég var hérna áður. Og þriðja tegund bara stutt eftir, ég ætla ekki að vera lengur,
Þriðja tegund til dæmis við erum vinna á skrifstofa með tölvu og eitthvað, förum að sofa, þá við draumum áfram að við erum í tölvunni og gerum vinna. Og hann segir Abdullah skemmtilega að þetta tegund af draum, this is confusion, þetta ekki nett, þetta bara heilin ennþá upptekinn sem var að gera á daginn. En ég vildi aðalega nefna þetta sem Arnarstapa skemmtilegt og skrítin upplifun fyrir mig var. Já, Ívar, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að koma aðeins upp bara, það ekki draumur eða neitt svoleiðis, en á föstu tímanum að þá var alltaf verið í stanslaust að tala við jarðfræðinga og það væri líkur á gosi og svona sko. Og ég fann einhvern veginn bara á mér, það var eitthvað, það ekki draumur eða neitt, bara og ég sagði við Banu, já, ef að gosið byrjar ekki 19. þá verður ekkert gos. Og ég var svo hissa að 10 kvöldið, 19. Mars, þá byrjar gosið og það var ekkert furðulegt fyrir mér, en þetta var ekkert draumur eða neitt, það var eitthvað svona tilfinningar sem að færa einhverja vitrum, sko. Bara spámaður. Ég meina, ef ég hringt í blaðamenn og sagt við á daginn eftir, ja, þetta byrjar 19. Nei, veit það ekki, þetta bara svona. Við finnum kannski stundum svona eitthvað í okkur, ég veit ekki. Já, það veit það ekki. Hvað séu Ingo? Ég hef alveg fengið svona tilfinningar eins og Ívar að segja frá. Og ég man eftir til dæmis einnig mjög sterkur svona tilfinningu, það var rétt fyrir það var 2008, rétt fyrir bara hrunið hérna. Þá var ég að leiðsegja hjá sjómannasafni Reykjavíkur, voru að leiðsegja borð í Óðunni og það voru Bretar borð. Við varum að tala eitt Bretan og ég fekk þessa rosalega tilfinningu við hann að sko, ég fekk þessa tilfinningu að ég fyndist ég ætti að spyrja hann hvort hann væri með peninga hjá sér, þú veist, inn á iSafe eða inn á íslenskum banka sko, og fann fyrir þessari rosalega sterku tilfinningu að segja hann að taka peningana sem það hann í burtu. Síðan þetta var í ágúst, þannig hrunið bara nokkru mánuðum seinna og allt hrynur sko. Þannig að þetta svo, mér finnst þetta mjög sérstakt sko, upplifa þetta og sem stuttu seinna gerist þetta sko. Já, þetta mjög sérstakt. Svona hugboðið eitthvað tengt svona, já, einhverju svona visku, einhverju aðri visku sem hann að smjúa þetta í gegn. Jæja, ef við ekki láta þetta þá duga að þessu sinni. Ég vil þakka þér kærlega fyrir Davíð, fyrir fróðlegt erindi. Sömuleiðis. Og ykkur öllum fyrir þáttökuna og takk bara fyrir samveruna og við sjáumst seinna. Sömuleiðis, takk fyrir. As the fruit of one tree in harmony, in harmony.
Gather all people.